Tommi, kemur ekki strandpartí í kvöld? Það er rosalegt partí. Nei, ég þarf að fara að vinna á kínversku veitingahúsi frænda míns til að framfleyta móður minni og systkinum mínum. Móður mín er nefnilega offitusjúklingur, sko. Kemst ekki út úr húsi. Bye! Wow! Hæ, Barbie. Ég var að frétta að kemur ekki strandpartí í kvöld. Ég sem var að hlakka til að sjá þig. Já, nei, kemst þið miður ekki. Ég bíð eftir þér, stóri strákur. Ókei. Got a wife and kids in Baltimore, Jack. I went out for a ride and I never came back. Whoa. Everybody's got a hungry Hæ, Tommy. Hæ, Songli. Hvað þú segir þetta? Bara allt ágætt, sko. Þú eitthvað leiður eitthvað að hjá þér? Sko, Songli, ég meina, mér finnst þú fín stelpa og allt það. Ég er bara ekkert skotin í þér, sættu við það. Allt í leitum. Everybody's got a hungry heart. Frændi! Frændi! Frændi, þarna ertu. Tommy. Hvernig vissir þetta var ég? Vildur þú hitta mig? Tommy, ég þarf að byrja þig greiða. Hvað sem er, frændi. Þú kendi mér allt sem ég veit kung fu. Það er ekki rétt, Tommy. Ég kendi þér næstum allt. Þú verður að læra að fylgja hjartanu. Ókei. Betri er einn venno, vinna, vonu og vunna. Vinur. Betri er einn vinur en mango. Magni. Margir. Ja, betri er einn vinur en margir. Kamono. Camouflage. Kamera. Myndavélar. Já, ég skil. Tommy. Mr. Mordor frá Lee Panks hótar að setja mig á hausinn. Núluhúsið er allt sem ég á. Þú verður að hjálpa mér. Hafðu engar sérstakar áhyggjur, frændi. Ég skal tala við Mr. Mordor. Þú ert góður strákur, Tommy. Þú minnir mig á sjálfa mig þegar ég var ungur. Gerðu þetta, gerðu þig! Hlýttu mér í treppi! Í treppi á mitt mótó. Kínverski ræðill! Skilurðu mig, skilurðu mig! Skilurðu þetta ekki? Hvað ert þú? Þetta er mitt veitingahús og gera það sem ég sýnist! Ég kom til þess að tala við þig, Mr. Mordor. Frændi minn segir þú ætlar að setja sig á hausinn. Núðluhúsið er allt sem hann á. Hvað ætlar mér sé ekki sama þessa gömlu gæjólætu? Hann má drepast fyrir mér. Ég set hann á hausinn. Hér í Lee Panks er alltaf miklu lægra verð en í núðluhúsinu. Við erum með tilboð á djúpsteiktri ýsu og núðlum á aðeins 350 krónur. Það er langt undir kostnaðarverði. Ég meina, hvað er metnaður þinn?
Kaupir núðlurnar þínar í bónus. Sami mér, viðskiptavinur Lee Pengs hvort ekki. Er það? Þú skalt ekki komast upp með þetta. Og ef þú reynir eitthvað, þá er mér að mæta. Reyndu bara. Ég ætla að koma í kvöld klukkan 9 og kveikja í veitingastað Frændags. Og það er ekkert sem þú getur gert til að stoppa mig. Jú, ég get hringt á lögregluna. Aha, þú ert þessi gáfaða týpa. En það dugar skamt, vegna þess að ég drep því með karatisparki. Ha, mér er nákvæmlega sama með þetta karatið þitt. Ég er nefnilega kung fu maður. Þú getur ekki drepið mig. Akkur ekki? Vegna þess að hjarta mitt er hreint. Tröllar heiti Kína, Kínverjar ræfið. Ég drep alla í mitt. Hæ, Tommy. Hæ, Barbie. Ertu búin að ákveða hvort þú kemur í staðarpartí í kvöld? Já, ég kemst í miður ekki, sko. Ég þarf að berjast Mr. Mordor á núðluhúsinu klukkan 9. Þú átt ekki séns í hann er margfaldur Íslandsmeistari. Svo kennir hann líka Tai Chi í Grafmúsinu á 15 klukkan 7:30. Okkur kemur ekki bara 6:30 í partíð og fer svo að berjast Mr. Mordor 9:00. Já, ég verð þá að leggja af stað 8:30. Ekkert mál. Ég kem í partíð 7:30 og ef ég er heppin, þá hitti ég þig 7:30. Já, kannski. Ég myndi ekki missa þessu tækifæri. Nú, okkur ekki. Af því ég ætla að gera svolítið sérstakt fyrir þig. Tommy Kung Fu. 50-50. Frændi, ég verð að fá að tala við þér. Talaðu bara. Ég er ástfangin af Tommy, en það er eins og hann taki ekki eftir mér. Sannur Kung Fu bardagamaður tekur ekki alltaf eftir. Ég veit ekki hvað ég á að gera til að fá athygli hans. Það er oft erfitt að ná athygli Kung Fu bardagamanns. Hvað á ég að gera? Ég hef ekki hugmynd það. Ég veit ekkert svona lagað. Fá þér gæjól. Það er gott í hálsinn. Og svo er líka oft skemmtilegir málsættir sem hjálpa manni í lífinu. Takk, frændi. Það verða 100 krónur. Ég var ekki viðbúinn. Sorry. Bye. Living is gone. Oh yeah, I said life goes on. Long after the thrill of living is gone. One bit about Jack Diane. Two American kids doing the best they can.
Steltu! Tommi. Þessa. Húpa búpa. Tommi, Tommi, Tommi. Hvar væri ég stödd án þín? Láttu ekki svona, mamma. Þú ert ekkert svo feit. Þarna sestu hjá mér. Þú ert lifandi eftir minn pappa þins. Mamma, hvernig dó eiginlega pappi? Hann pappi þinn dó í Víetnamstríðinu. Hann var að hvíla sig og lesa erotískt blað þegar óvinirnir ruddu skyndilega inn í herbúðirnar og drápu alla sem kundu. Pappi reyndi að fela sig í núðlupotti. Þú veist að fullorðinn bardagamaður getur lifað í alltaf 8 klukkutíma í góðum núðlum. En því miður reyndust núðlunar vera ódýr viðbjóður þannig að pappi þinn kafnaði. Maðurinn sem átt að kaupa í matinn var svikari. Hann gifti lélega núðlu í staðinn fyrir hágjaða vöru á sanngjörnu verði. Og pappi þinn kast fyrir það með lífi sínu. Já, nú mann ég þetta. Þú ert búinn að segja mér þetta svo oft. Ég vildi óska að ég vissi hver svikarinn væri. Já, ekki veit ég það. En hann pappi þinn sagði mér seinna að það hefði verið maður með stórt rekatatú á bringunni. Varaðu þig á honum. Já, það skal ég sko gera, mamma. Og ef ég finna hann, þá skal ég drepa hann. Já, gerðu það, Tommi minn. Æ, þú ert svo góður strákur. En farðu nú og láttu mig í friði. Ég þarf að borða hamborgar og nammi. Að því ég er svo mikill offitu sjúklingur. Bless, mamma mín. Mamma, af hverju borðar aldrei svona grammeti og svona, getur skorið niður agúrkur og gulrætur og í svona bita og gert ídýfur og borðað með kótasælu? Mjög gott, sko. Tommi, það er svo ógæslegt. Ok, kaupi það þá. They bring so much. Friday night and everyone, I can feel the heat, but it's soothing heading down. I search for the beat in this steady town. Downtown the young ones are going. Downtown the young ones are going. Ég ætla aðeins að kíkja á þig. Hey, fáðu til því. Þetta er ekki áfengi. Kung-fu maður. Hæ, Tommi. Það er bara við. Gott að komast, ég held ég er alveg í kvöld. Já, ég sagðist alltaf að kíkja aðeins við. Ég stend við orð mín. Það er fyrsta regla kung-fu bardagamanns. Hvað segirðu, bardagamaður? Kom með mér í göngutúr. Ok. Þegið. Hvað þið gera, maður? Láttu ekki svona, Tommi. Þú veist að ég er alveg kolvitlaus í þig. Láttu ekki svona, ég er nú bara strákur sem er eftir í sínum bekk og vinnur á kínversku veitingahúsi til þess að framfleyta fjölskyldu sinni og móður. Tommi, mér er eitthvað svo heitt. Það er ekkert rosalega heitt úti. Ég hildi við að fara úr jakkanum mínum. Ok. Þú ekki líka að fara úr þínu jakka? Nei, mér er ekkert heitt. Ég held ég verið að fara úr peysinu minni líka. Tommi, viltu gera eitt fyrir mig? Hvað? Viltu sýna mér nokkuð karatisbörg? Karatisbörg? Ég er kung-fu bardagamaður, ekki karati-aumingi. Mér er alveg sama, mér langar bara að horfa á þig. Þú er snar klikku. Gerðu það. Ok. Takk. Ég vissi þú ert líka
æðislega góður í rúminu. Hvað meinar eiginlega? Ég meina, ég bara giska það. Skilur, þú ert nefnilega eini strákurinn í skólanum sem ég er ekki búin að sofa hjá. En þú sleppur ekki frá mér. Hvað meinar? Ertu búin að sofa hjá öllum strákunum í skólanum? Til að kenna hana með. Naut. Já, þá er ég búin að sofa hjá þeim öllum. Nema þér. Og nú ætla ég að bæta úr því. Nei, þú skalt sko sleppa því, sko. Ég er bara að komast að því að ég elska aðra stelpu sem er ekki svona gliðra á þú. Rækjur, vá, æðislegt! Gæðslega mikið rækjur minna! Tommi! Hvað Sungli? Frændi veikur hann deyja handaði við þig. Heavy bummer. Ég meikið ekki. Frændi! Tommy, ert þetta þú? Frændi, þú mátt ekki deyja. Þú ert alltof ungur. Ég er 116 ára gamall. Come on, það er engin aldur, maður. Tommy, ég verð að tala við þig. Hlustaðu nú vel. Ég safnast brátt til feðra minna og ég vil að þú og Sung Lee taki við núðluhúsinu. Sung Lee er góð stelpa. Já, ég veit það, frændi. Ég var í strandpartíinu á strönd og var einhver ógeðsleg gliðra sem er búin að sofa hjá öllum strákunum í skólanum að reyna við mig. Og fatta ég það, ég elska Sung Lee. Og ég meina, hún er að missa kosti hrein mei. Hei, ég hitti Mr. Mordor. Hann ætlar að koma klukkan 9 og kveikja í núðluhúsinu. En ég ætla að stoppa hann, sko. Gott, Tommy. Ég vissi ekki að þið treystir. Hvað er klukkan? Klukkan? Hún er 8:30. Shit, maður! Mr. Mordor á leiðinni. Mundu, Tommy. Að sannur kung fu bardagamaður veit alltaf hvað klukkan er. Hann er dáinn. Já, hann var besti frændi minn í öllum heiminum. Og núna er hann dauður. Shit, en það þýðir ekkert að hugsa um það. Mr. Mordor er á leiðinni. Komdu! Ég held að sé vissara að þú farir og komir þér í skjól, Sungli. Tommy, ég skal kremja þessu orm. Núðluhúsið er búið að vera. Lifi Lee Pangs. 1, 2 og byrja. Nummer 2, Tommy Convo. Fyrirgefðu, Sungli. Ég held ég verð að bregðast þér og frænda. Mr. Mordor er alltaf sterkur fyrir mig. Hann hefur svo mjúkar hreyfingar að
Maður getur ekki annað en dáðst á honum. Ég ræð ekki við hann. Enda ég bara 16 ára. Já, en þú hefur hreint hjarta. Drekatattúið. Með stórt drekatattú á bringunni. Varaðu þig á honum. Það var þá Mr. Mordor sem myrti föður minn í Víetnam. Hann var gráðugi innkaupastjórinn í herdeildinni. Mr. Mordor, þú ert morðingi! Þú myrtir föður minn! Hann var algjör aumingi, eins og þú! Frændi, þú ert þá ekki dáinn! Nei, Tommi minn. Ég á eftir að lifa í 116 ár í viðbót. Ég var bara svo illt í maganum af gójólinu. Dreftu mig bara. Þetta er hjáttur að þig. Ég hef ekki skilið Elli og ég er óþurri. Já, það er satt og ég ætti að drepa þig. En ég ætti ekki að gera það. Þú ert ekki þess virði. Drullaðu þér burtu og komdu aldrei aftur í núðlúsið! Tommy, þú ert bjargað núðluhúsinu. Já, ég býð öllum upp á djúpstekta ísu og núðlur og aðeins 330 krónur. Komið. Þú ert svo fyndinn. Pældu í því, frændi. Ég sló hann kaldan. Sannu kung-fu bardagamaður. Nei, mamma, ertu komin? Já, Komdu. ég frétti að þið jafna sakirnar, Mr. Mordor. Þú getur loksins sofið rólega. Svo frétti ég líka að vera í tilboð á djúpstektri ísu og núðlum á aðeins 330 krónur. Mamma, þetta er Sung Lee. Hún er kærasta mín. Það líst mér vel á. Hún minnir mig á mig þegar ég var ung og falleg. Já, hún er að mista í hrein mei. Já, hreinmei og ekki hreinmei. Það skiptir nú kannski ekki öllu máli. Kung-fu bardagamaður þarf ekki alltaf að stressa sig á smáatrönum í lífinu. Nei. Hvað? Jæja. Þegar ein dýr lokast. Einar dyr. Þegar einar dýr lokast, þá opnast Andrés. Þegar einar dýr lokast, þá opnast Andrés. Núna er ég fullkomlega hamingjusamur.